For the Nevada atom tests, houses were built at varying distances from the blast center, complete with dummy occupants, to test the effects of an atomic weapon on a typical American town. Það skollið á kalt stríð milli stórveldana í austri og vestri með gríðalegu vígbúnaða kapplaupi. Kalda stríðið einkennir meira eða minna samskipti þjóða allan 7. áratuginn. Kjarnorkutilraunir Bandaríkjamanna í Nevada-eyðimörkinni, sem hér verið að undirbúa í þar tilgerðum smábæ, fullum af dúkkum í líkamsstærð, eru tímanna tákn. Þeir sem viðstaddir eru setja upp þar tilgerð gleraugu þegar flugvélin nálgast skotmarkið. Strax eftir sprenginguna eru hermenn sendir á stað fótgangandi á móti banvænu ríkinu til að kanna afleiðingar þessarar nýjustu vígvélar mannsandans. Bandaríkjamenn berjast við kommúnista í Kóreu undir merkjum Sameinuðu þjóðanna og eftir að Frakkar hrökklast frá Víetnam árið 1954 styrkja Bandaríkjamenn andkommúnista í Suður-Víetnam. Eftir lát Stalins árið 1953 nær Nikita Khrushchev völdum í Sovétríkjunum og í frægri ræðu á þingi kommúnistaflokksins árið 1956 fordæmir Khrushchev ógnarstjórn Stalins. Чреватые большие опасностями напряженных международных отношений благодаря последовательной миролюбивой внешней политике стран социалистического лагеря. Þúsundir pólitískra fanga eru leystir úr haldi. Vonir manna aukið frelsi Austur-Evrópu verða þó að engu þegar sovéski herinn ræðst inn í Ungverjaland sumarið 1956. Þetta var geysilegt áfall fyrir mig. Sósíalisminn og trú róttækra manna á því að í Sovétríkjunum væri að verða til einhvers konar fyrirmyndarsamfélag og í þessum ríkjum þar sem að sósíalisminn var verið að byggja upp sósíalismann að því að menn trúðu. Okkar staða til þess, viðhorf til þess var mjög tilfinningabundin. Þetta var samvaxið tilfinningalífi mann. Þetta var hluti af okkar tilfinningalífi og hvernig við upplöðum heiminn. Þess vegna var þetta geysilegt áfall. Þjóðir Vestur-Evrópu stofna með sér efnahagsbandalag og leggja þar með grunn að sameiginlegu markaði. Þar sem og í Bandaríkjunum fagna menn aukinni velsæld. Smá saman verða til velstæðar millistéttir í þessum löndum, bílar, sjónvörp og allskyns heimilistæki sem ekki þekktust áður verða almenningseign. Konur taka nú mun meiri þátt í samfélaginu en áður og vinna utan heimilis í auknum mæli. Sjónvarpið tekur víða við af kvikmyndum sem ein helsta afþreyingin. Auglýsingar ríða sér til rúms ásamt nýrri tegund menningar, svo kallari neyslumenningu. Við erum komin á tískusýningu í Lundúnum hjá Dior fyrirtækinu og kjólarnir eru farnir að styttast. Unglingar verða sérstakur markhópur í hagkerfinu í fyrsta sinn í sögunni. Fyrirmyndir þeirra eru leikarar og söngvarar eins og James Dean og Elvis Presley. Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready now. Go, cat, go, but don't you step on my... Sobering army life changed your mind about rock and roll? Well, you can do anything. Sobering army life. No, it hasn't. It hasn't changed my mind because I was in tanks for a long time, you see, and they rock and roll quite a bit. Í Bandaríkjunum nær hræðslan við kommúnista hámarki í umfangsmiklum réttarhöldum og í raun ofsóknum sem öldungardeildarþingmaðurinn Joseph McCarthy stýrir á hendur ýmsum listamönnum og rithöfundum. Hér hefur Ronald Reagan, frægur bandarískur kvikmyndaleikari, verið kallaður fyrir eina rannsóknarnefndina. I never
as a citizen, want to see our country become so, or become urged by either fear or resentment of this group that we ever compromise with any of our democratic principles through that fear or resentment. Well, we agree with that. I still think that democracy can do it. We agree with that. We agree with that. Thank you very much. Yeah. Geimkapphlaup stórveldana hefst þegar Sovjetmenn senda Sputnik eða gervihnött á braut umhverfis jörðu í fyrsta sinn árið 1957. Hnötturinn sést víða á Íslandi. Þjóðviljinn segir að nú hafi Sovétríkin sjálf sannað yfirburði þjóðfélagsins. Í Morgunblaðinu hins vegar talað ráðstjórnarmána. Í upphafi 7. áratugurins eru íbúar Reykjavíkur rúmlega 56.000 talsins eða 40% þjóðarinnar. Meiri hluti íbúanna utan af landi og Reykvíkingar eru að meðaltali yngri en landsmenn almennt. Í Nauthólsvíkinni við Skerjafjörð hefur verið komið upp aðstöðu til sjóbaða. Bærinn keypti á sínum tíma jörðina en margir vilja að sunnan og vestan við Öskjuhlíðina verði byggðir íþróttavellir og aðstaða til útiveru fyrir íbúa hinnar ört vaxandi byggðar. Baðföt ungmeyjanna nú eru efnismiklar flíkur í skærum litum en brosið og sólskinnið eins á öllum tímum. Þrátt fyrir að mikið sé malbikað eru flestar götur aðeins malarvegir, alsettir í drullupollum þegar rignir. Heil íbúðarhverfi rísa svo að segja í einu. Voga og heimahverfin eru byggð á undraskjótum tíma, já og smá íbúða og bústaðahverfi að ógleymdum hlíðunum. Íbúðatala Kópavogs fjórfaldast á einum áratug. Margir byggja sjálfur með hjálp vina og vandamanna. Það sem áður kúrðu torfbæir samlitir landinu rísa nú blokkir eins og hér vestur á Melum. Árið 1955 búa 2000 manns í hermannabröggum frá stríðsárunum. Og þegar maður steig inn á trégólfið þá dúaði það allt til. Því að skófatnaður Bretanna, hann var ekkert fíngerður, það voru ekki ballskór sem þeir voru á. Og og svo var þetta sumstar, fjalirnar voru sumstar brotnar og maður sá niður í moldina undir, reyndar bara niður í myrkrið, því það var hlaðið upp með bragganum að utanverðu, bensínbrúsum. Ég myndi nú ekki segja nú í dag að þetta hafi verið skelfing, en það lá þó við að manni fyndist það skelfilegt. Steinn Steinar, einn hinna umdeildu atómskálda sem mikið eru skammaðir, skrifar í Alþýðublaðið: Reykjavík býr yfir miklu seiðmagni sem fáir standast. Það eru fleiri en strákfíbl eins og ég, ásamt öllum vinnukonum heillar kynslóðar sem hún hefur seitt til sín og skilar aldrei aftur. Hún hefur dregið svo átakanlega á tálar gamla héraðshöfðingja og dannibrogsmenn út byggðir landsins að þeir hafa rifið sig upp frá búum sínum, selt aleiguna sína fyrir slikk til þess eins að verða götusóparar, rukkarar eða stefnuvottar í Reykjavík. Slíkt ægivald þessarar borgar yfir hjörtum mannanna. Já, þeir eru ófáir sveitamennirnir í henni Reykjavík. Félagar í átthagafélögum skipta líka þúsundum. Fjölmennustu dansleikirnir eru haldnir á vegum átthagafélagana eins og til dæmis í Breiðþýðingabúð. Hér eru það hins vegar Hafnfirðingar sem slá í klárin í Alþýðuhúsinu, en þar gjarnan þröng á þingi þegar slegið upp balli. Íbúar í þéttbýli halda skepnur ekki síður en sveitamenn. Á milli 400 og 600 kýr að finna í Reykjavík og margir eru með kindur og slátra heima.
Það víða heyjað í borgarlandinu á heitum sumardögum, ekki síður en í sveitinni. Eitt af mestu afrekum flugsögunar hér á landi unnið vorið 1951 þegar ungum ofurhugum Kristni Olsen og Alfred Eliasson og fleirum tekst að bjarga bandarískri skíðaflugvél sem fennt hefur í kaf á Vatnajökli. Vélin lendir á jöklinum í því skyni að bjarga áhöfnina Geysi en tekst ekki betur til en hún frýs föst. Áhöfnum beggja vélana síðan komið til hjálpar af björgunarleiðangri sem brýst landleiðina upp á jökulinn. Flugvélin Geysir í eigu loftleiða villist af leið nokkrum dögum áður þegar hún að koma heim frá Luxemburg og rekst í dimmviðri á jökulinn og enda sendist eftir jökulbreiðunni. Það talið hreint kraftaverk að áhöfnin lifi slysið af. Íslenska þjóðin fylgist með þessari ótrúlegu atburðarás nánast eins og óhugnanlegri en æsispennandi framhaldssögu. Ekkert vitað í fyrstu afdrif vélarinnar og áhöfnin 6 manns í raun talin af. Það svo lofskeitamaður á varskipinu Ægi sem heyrir 4 dögum eftir slysið ógreinilegt neyðarkall. Sama dag finnur leitarflugvél flakið á Bárðarbungu. Eins og áður segir tekst ekki aðeins að bjarga fólkinu heilu á húfi heldur einnig skíðavélinni sem lent hafði á jöklinum en það þó ekki fyrir vorið eftir. Vélina sem af gerðinni Douglas Dakota fá loftleiðamenn fyrir lítið eftir að hafa grafið hann úr fönn og dregið hana niður af jöklinum. Hún kemur reyndar stóðunum undir rekstur hins unga flugfélags. Þá tekst og að bjarga strax miklum verðmætum sem voru í vörulest vélarinnar ásamt líki sem flytja átti landa í millum. Það tekst einnig að bjarga einum af fjölmörgum hundum sem með vélinni höfðu verið. Hann heitir nú ekki lengur Carlo, heldur Jökull. Barnsfæðingum fjölgar mjög hér á landi og eftir stríðið, ekki síst í einni Reykjavík. Menn tala barnasprengju. Í þéttbýlinu verður til eins konar barnamenning. Unglingarnir hópast saman í sælgætisverslanir sem nú farið að kalla sjoppur upp á ensku og verða eins konar félagsmiðstöðar hverfana. Þetta líka dagar amerískra hasarblaða sem afar vinsæl meðal krakkana en menningarlega sinnaðir foreldrar ekki par hrifnir. Og svo það bíóinn. Krakkar í þéttbýli sólginni að fara í bíó, sérstakar barnasýningar klukkan 3 á sunnudögum og það voru sýndar teiknimyndir eftir Walt Disney sem njóta mikilla vinsælda. Engin þó eins vinsæll meðal krakkana og kúreikinn söngelski Roy Rogers og hinn leirljósi og sokkotti blesi hans Trigger. Trigger, say hello to the boys and girls, will you? That's it. Þessi virðulega gamla kona sem hér slær á þráðinn ein þeirra sem settu svip á öldina. Jóhanna Egilsdóttir, verkalýðsleiðtogi og formaður verkakvennafélagsins Framsóknar til margra ára. Jóhanna sem komin á áttræðisaldur þegar þessi mynd tekin forstöðukona barnaheimilisins Vorbúðans sem verkakonur reka með miklum myndarbrag í Rauðhólum. Við erum stödd í hópi glaðra barna sem dvelja sumarlangt hér efra við leik og starf. Á morgun á að halda heim á leið og síðasta kvöldið slegið upp veislu með lambalæri og brúnuðum kartöflum. Eftir að búið að þvo mannskapnum hár og skjanna farið upp í og þá má auðvitað ekki gleyma faðirvorinu, jafnvel þó að verið sé að taka kvikmynd. Og manstu gamlar æsku ástar stundir, svo yndislegt var þá að vera til. Daginn eftir ekið í rútu í bæinn og við Austurbæjarskólann í Reykjavík verða fagnaðarfundir þegar foreldrar taka á móti vorbúðunum sínum úr sveitinni. Lífið ekki aðeins saltfiskur eins og segir í einni bóka Halldórs Laxness. Nú lífið freðfiskur. Frosinn fiskur í blokkum úr nýju hraðfrystuhúsunum seldur í miklu magni til Bandaríkjanna, Bretlands, Rússlands og margra annarra landa. Þúsundir kvenna vinna í frystuhúsum land allt við að snirta, vigta og pakka.
Skipin rótfiska, ekki aðeins hér við land heldur sækja nýsköpunartogarar meira og meira á fjarlæg mið. Efnahagsaðgerðir yfirvalda og flókið millifærslukerfi gerir útgerð togarana erfitt fyrir, en verð á fiski upp úr bátum ákveðið helmingi hærra en upp úr togurum. Rekstur þeirra í járnum þrátt fyrir góðan afla. Hér það hins vegar einn af frægustu aflamönnum þjóðarinnar, Benóný Friðriksson, Binni Gröf, sem á netavertíð á Gullborgu sinni. Trossurnar hefur hann lagt á Köllutanganum undan Hjörleifshöfða. Binni Gröf orðin eins konar goðsögn, svo gott orð fer af sjómennsku hans og aflabrögðum. Hann aflakóngur ár eftir ár. Hann líka vel á sig kominn þessi eyjapeyji, fer flikk-flakk á bryggjunni fyrir strákana þegar vel liggur á honum, enda snar í snúningum og einn af stofnendum íþróttafélagsins TÍS. Þegar haldið heim á leið komin ágjöf. Báturinn drekkhlaðinn, kallinn í brúnni líka farinn að glotta. Annar júlí 1952 Ásgeir Ásgeirsson sigrar í fyrstu almennu forsetakosningunum með naumum meirihluta, en næstur honum kemur séra Bjarni Jónsson dómkirkjuprestur. Alls hlýtur Ásgeir rúmlega 48% atkvæða, séra Bjarni tæp 46% og Gísli Sveinsson 6%. Í kosningabaráttunni styður Gunnar Thoroddsen, borgarstjóri í Reykjavík, Ásgeir tengdaföður þvert á vilja Sjálfstæðisflokksins, sem lýsir yfir stuðningi við séra Bjarna eins og framsóknarmenn hafa gert. Alþýðuflokkurinn styður hins vegar Ásgeir, sem nokkrum árum áður hefur gengið í flokkinn eftir að hafa verið í framboði fyrir framsókn á Vestfjörðum árabil. Kosningaslagorð hans einfalt: fólkið velur forsetann. Ásgeir og frú Dóra heimsækja fólk vítt og breitt landið, að þessu sinni eru Eskfirðingar sóttir heim. Skúli Þorsteinsson skólastjóri fer fyrir bæjarbúum og tekur á móti forsetanum og fylgdarliði hans á bryggjunni. Leiðin liggur fyrst í barnaskólan og í skrúðgöngunni má sjá marga af helstu sonum og dætrum Eskifjarðar. Síðar daginn, eftir mikla og góða veislu í barnaskólanum, þar sem boðir upp á kalt borð, farið með forsetan og fylgdarlið hans í skrúðgarð sem konur í kvenfélaginu Dögg hafa ræktað með miklu myndarskap. Ágúst 1954. Fornleifafræðingar sem vinna að uppgreftri í Skálholti undir stjórn Kristjáns Eldjárns, þjóðminjavarðar, finna mikla steinkistu sem legið hefur í jörðu í 743 ár. Í kistunni eru jarðneskar leifar Páls biskups Jónssonar, Loftssonar, Sæmundssonar hins fróða. Þegar kistulokkin lyft kemur í ljós heilleg beinagrind og fagurlega útskorinn bagall gerður úr rostungstönn, sá eini þeirra tegundar sem fundist hefur frá kaþólskum tíma hér á landi. 2. október 1954. Íslendingar fá bandaríska herinn til liðs við sig til að útrýma háhyrningum fyrir Suðurlandi, en hvalavöður hafa undanförnu farið mjög illa með net sjómanna. Ásgeir Long, kvikmyndagerðamaður, fylgist með herförinni á Selvogsbanka. Þulur í myndinni einn ástsælasti leikari þjóðarinnar, Róbert Arnfinnsson. Íslenskir fiskimenn eiga tvo leiðinlega óvini. Annar þykist vera maður. Hann ryðst inn í landhelgi Íslands, skemmir netlandsmanna, rænir fiskinum og hagar sér yfirleitt eins og dót. Hinn óvinurinn spendýr, sem gerir nákvæmlega hið sama. Þetta háhyrningurinn. Og það þarf að útrýma honum miskunnarlaust. Fyrir kosningarnar árið 1956 mynda Alþýðuflokkur og Framsóknarflokkur kosningabandalag sem nefnt umbótabandalag.
Tilgangurinn að ná þingmeirihluta með hjálp þeirra kjördæmaskipunar sem nú við lýði, þó svo að flokkarnir næði ekki meirihluta atkvæða. Andstæðingarnir kalla bandalagið hræðslubandalag. Litlu munar að flokkarnir nái með þessu móti meirihluta á Alþingi. 3 árum síðar kerfinu breytt. Kjördæmin eru stækkuð til muna, þannig að fjöldi þingmanna endurspeglar betur atkvæðamagn flokkana, þó enn sé vægi atkvæða mismunandi í dreifbýli og þéttbýli. Har du varit i handelsskon? Fick jag inte det för dig då? Vad har du köpt för någonting? Vad har du i paketet? Den går inte! Får jag se? Vad är det för märkvärdigt med paketet? Det är någonting som inte du får se. Þetta brot úr kvikmyndinni Sölku Völku sem gerður eftir skáldsögu Halldórs Laxness og leikstýrt af Svíanum Arne Mattsson. Kvikmyndatakan fer að stórum hluta fram í Grindavík. Myndin frumsýnd 4. desember 1954 og fær misjafnar viðtökur en góða aðsókn. Mörgum þykir bókin betri en myndin og að leikstjórinn einblíni of á kynferðisofsa og ástleitni persónanna. Mörgum svíður líka að Íslendingar kom ekki sérlega vel út úr myndinni. Hún þykir ekki nægilega góð landkynning. Fan vad du förbannat för. Det är någonting avkomma i kroppen. Din avkomma, vad angår det mig? Om det inte hade blivit med barn med mig så hade det blivit med barn med någon annan. Hynda som du... Vilse! Bandarískar herflugvélar lenda á Keflavíkurflugvelli með herlið 7. maí 1951 samkvæmt varnarsamningi sem gerður hefur verið á milli Íslands og Bandaríkjanna. Víða lönd hafa menn áhyggjur af því að meiri háttar átök brjótist út á milli risaveldana sem nú takast á í Kóreu. Það farið að tala 3. heimsstyrjöldina. Með vélunum koma 300 hermenn úr landhernum og vonir á 3500 hermennum til viðbótar. Bandaríkjamenn taka sér hervernd Íslands á vegum Atlantshafsbandalagsins óákveðinn tíma. Allir þingmenn Sjálfstæðisflokks, Framsóknar og Alþýðuflokks að undanskildum einum þingmanni, Páli Zóphóníassyni, samþykkja frumvarpið varnarsamninginn á Alþingi þegar það verður að lögum. Ríkisstjórnin telur ekki rétt að hafa samráð við sósíalistaflokkin svo viðkvæm öryggismál vegna meintra tengsla við Sovétríkin. Til að koma í veg fyrir nýtt ástand eins og varð á stríðsárunum gripið til strangra takmarkana á útgöngufrelsi hermanna. Þeir mega aðeins vera utan vallar á miðvikudögum og þá ekki lengur en til miðnættis. Einnig ákveðið að í bandaríska hernum hér á landi verði ekki blökkumenn. Gríðarleg uppbygging hafin á Keflavíkurflugvelli. Fjöldi íslenskra starfsmanna skiptir þúsundum og þeir afla fljótlega töluverðs hluta gjaldeyristekna þjóðarinnar. En þjóðin klofin í afstöðu sinni til hersins og varnarsamningsins. Árið 1955 gerir upplýsingastofnun Bandaríkjanna skoðanakönnun, eina fyrstu sinnar tegundar hér á landi, sem sýnir að 28% landsmanna styðja varnarsamninginn en 48% eru andvíg honum. Andstæðingar hersins stofna meira að segja sérstakan stjórnmálaflokk árið 1953, þjóðvarnarflokkin, til að berjast fyrir brottför hersins. Árið 1954 taka íslenskir aðalverktakar, samkvæmt sérstökum samningi, að sér allar framkvæmdir á vegum hersins. Fyrirtækið í eigu ríkisins, SÍS og nokkurra einstaklinga og fyrirtækja. Hernámsandstæðingar fullyrða að það séu framsóknarmenn og sjálfstæðismenn sem skipti með sér hermanginu eins og þeir kallað. Árlega leggja 100.000 manns leið sína í Tívolí í Vatnsmýrinni í Reykjavík. Á sumrin opið alla daga og fólk flykkist í Vatnsmýrina til að setjast upp í eitthvert af tækjónum sem koma hárunum til að rísa á höfðum manna, já eða leigja sér rafmagnsbíl og aka í bílabrautinni. Nyrst í garðinum hinn vinsælu og umtalaði skemmtistaður, Vetrargarðurinn. Það var alltaf troðfullt. Þar satt allt liðið og með brennivínsflöskuna í beltistrengnum og svona. Fegurðarsamkeppnin sem framfer í Vatnsmýrinni nýtur líka gríðarlegra vinsælda.
1956 Guðlaug Guðmundsdóttir kjörin fulltrúi Íslands í keppninni Ungfrú Alheim sem haldin á Langasandi í Kaliforníu. Guðlaug 19 ára kvennaskólamær og reykvíkingur í húð og hár. Þúsundir manna koma til að fylgjast með keppninni og svo það hinnir vinsælu skemmtikraftar Baldur og Konni. Drottning feimin, byggin og grá og gelgjuleg telpukind horfir á ská, tríkar á tá, þessi dulræna drauma mynd. Október 1955, Halldór Laxness hlýtur bókmenntaverðlaun Nóbels fyrir litríkan sagnaskáldskap og að hafa endurnýjað stórbrotna frásagnarhefð Íslendinga. Já, þá var maður nú ansi rokkinn með sig þann daginn, minnstakosti. Þetta fannst mér vera gott á hinn og þennan sem ég myndi eftir að það skammast út í hann og verið með alls konar skýtlegheit. Halldór staddur erlendis þegar tilkynnt verðlaunin en heldur heim og fagnað innilega við komuna til Reykjavíkur. Þegar skipið leggst að bryggju hafa þúsundir manna safnað saman á hafnarbakkanum. Í þakkarræðu vitnar Halldór í skáld sem sent hefur ástmeð sinni ljóð. Þegar hún þakkar ljóðin segir skáldið: ekki þakka mér fyrir ljóðin, það varst þú sem gafst mér þau. Maður var alveg heltekinn af þessu andartaki og manni einhvern veginn fannst að þetta væri eitthvað það stórfenglegasta sem maður hefði lifað. Því að þessi ást á Halldóri Laxness var mjög tilfinningadjúp. Þannig að hann var svo mikill hluti ekki bara sem skáld heldur sem gagnrýnandi á samfélagið. Hann stóð með okkur. Þessa myndir eru hins vegar teknar í Stokkhólmi þegar Halldór tekur við verðlaunum úr hendi Svíakonu. Den 27. nóvember 1956 Vilhjálmur Einarsson, 22 ára gamall austfirðingur, nær þeim glæsilega árangri að verða annar í þrístökkja á Ólympíuleikunum í Melbourne í Ástralíu og hlýtur fyrir silfurverðlaun. Þetta í fyrsta sinn sem Íslendingur vinnur til verðlauna á Ólympíuleikum. Vilhjálmur stekkur 16,25 metra sem besti árangur sem náðst hefur á Ólympíumóti til þessa, en klukkustund síðar stekkur Brasilíumaðurinn og heimsmethafinn Da Silva 10 cm lengra og tryggir sér gullverðlaun. Eftir heimkomuna ferðast Vilhjálmur vítt og breitt Ísland og hvarvetna tekið sem þjóðhetju. 12. febrúar 1959. Talið að togarinn Júlí frá Hafnarfirði hafi farist og með honum 30 manna áhöfn. Júlí á hinni svokölluðu Nýfundalandsmiðum ásamt nokkrum öðrum íslenskum togurum þegar ofsaveður af norðvestri gengur yfir miðin með mikilli ölduhæð og ísingu. Togarinn Hallveig Fróðadóttir einnig hætt kominn en skipverjum tekst að bjarga skipinu eftir margra sólarhringa baráttu upp á líf og dauða. Leit flugvéla og skipa á 70.000 fermílna svæði ber engan árangur. Rockabilly, 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 rock. Rockabilly, rockabilly, rock, rock, rock. Rockabilly, 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 rock. Já, rockið komið til Íslands. Íslensk ungmenni flykkjast á bíómyndir þar sem rockið ræður ríkjum og taka jafnvel dansspor í kvikmyndahúsunum. Í hljómplötuverslunum þar sem rockplötur eru seldar líka dansað. Menn tala rockfár. Einkennisbúningurinn skinnjakki, gallabuxur og briljantín í hárið sem piltarnir greið í píku eins og þeir kallað. Samband íslenskra berklasjúklinga SIBS gengst fyrir 13 tónleikum í Austurbæjarbíó í Reykjavík þar sem framkemur breski rockarinn Tony Crombie ásamt hljómsveit og íslenskir táningar taka heldur betur við sér. Það alltaf uppselt. Alþýðublaðið segir tónleikana: upphófst ferlegur larmur á sviðinu og leið miklir skrækir meðal unglinga
Í þeim tóku margir þeirra að missa nokkuð stjórn á ýmsum líkamshlutum, svo sem fótum, handleggjum og jafnvel höfðum. Var það skrýtilegt að sjá. Síðsumars árið 1958 færa Íslendingar fiskveiðilögsögu sína út í 12 mílur. Landhelgin var síðast færð út árið 1952 í 4 mílur við hávær mótmæli Breta sem settu löndunarbann á íslensk fiskiskip. Nú, 6 árum síðar, hefur afli landsmanna dregist mjög saman og nú óttast að ofveiði sé að ræða. Margar þjóðir, þar á meðal Bretar og Bandaríkjamenn, hafa mótmælt og hingað eru komnir tugir blaða og fréttamanna til að fylgjast með. Bretar hafa sendt herskip á miðin, aðrar þjóðir, meðal annars Kínverjar, hafa lýst yfir stuðningi við Íslendinga. Strax á fyrsta degi útfæslunar hindrar breska freigátan Palliser varskipið Ægi við að taka breskan landhelgisbrjót. 2 dögum seinna kemur til átaka út af Austfjörðum sem enda með því að 9 varskipsmenn af Þór sem eru staddir borði í togara sem færa á til hafnar eru teknir með valdi frá borði. Þegar Bretarnir ætla að skila varskipsmönnum neitar Eiríkur Kristófersson skipherra að taka við þeim. Stefán Jónsson, fréttamaður Ríkisútvarpsins, borð í Þór. Þrátt fyrir fullyrðingar Andersons admiráls að hann hefði enga fanga, árangurslausar bænir hans að við tækjum þennan kross af honum, það var þó svo komið á 3. degi að við fengum ekki ræða við strákana styrkingastöðuna þeirra. Aðeins voru flutt til þeirra skilaboð frá okkur og síðast sáum við þá standa í hóp á afturtiljum fangaskipsins að morgni þess 5. Við höfðum ekki samband við þá, veifuðum aðeins og þeir veifuðu glaðlega á móti. Varskipsmönnum ekki skilað fyrir eftir 11 sólarhringa og þá til Keflavíkur í skjóli myrkurs. Fullir það má að mikil samstaða ríki útfæsluna á Íslandi og stendur þjóðin sem ein að baki yfirvöldum og varskipsmönnum. Það kemur líka fljótlega í ljós að erfitt fyrir bresku togarana að fiska undir herskipavernd. Það tregfiski. Breskir togaraeigendur vilja frekar veiða í friði utan landhelginnar en halda stríðinu áfram. Bresk yfirvöld neyðast til að semja við Íslendinga. Þegar þeir sigruðu í landhelgisbaráttunni, þá gátu þeir borið höfuðið hátt. Og þá trúðu Íslendingar því í raun og veru, allavega ég, að við værum menn til að eiga þetta land, verja það og byggja það. Við erum stödd á hnefaleikakeppni í Hálógalandi í Reykjavík. Hnefaleikar eru vinsæl íþróttagrein og þegar æfir fjöldi ungra manna hnefaleika hjá hinum ýmsu íþróttafélögum landsins. Auk þess sem einn helsti hnefaleikari landsins, Þorsteinn Gíslason, Steini Box, hefur rekið sérstakan hnefaleikaskóla. En hér það alvara lífsins. Í hringnum Ingólfur Ólafsson, KR, í svörtum buxum að berjast við Harald G. Halldórsson hnefaleikakappa í Ármanni og hringdómari Pétur Thomsen. Við erum stödd borð í glæsilegasta farþegaskipi landsmanna og flaggskipi Eimskipafélags Íslands, Gullfossi. Það segir sína sögu að skipið iðulega kallað Fantasíufoss, svo mikið finnst mönnum til koma. Gullfoss tekur á 300 farþega og áhöfnin milli 60 og 70 manns. Fína fólkið ferðast með Gullfossi á fyrsta farrými, en svo hægt að kaupa sér far á öðru farrými og líka því 3., allt eftir efnahag. Ein frægasta ferðin sem ég fór þá var Ásgeir Ásgeirsson borð og KK-sextettin og það var alveg ofboðslegt fjör alla leiðina og hafvindlingar, viski og villtar meyjar skilst mér á þess að ég vissi mikið það. Landsfrægur fastagestur borð Ásbjörn Ólafsson heildsali sem flytur inn prins Pólokeksið frá Pólandi og gistir ávallt í einu svítu skipsins. Ásbjörn meðal annars frægur fyrir að gera vel við þá sem minna mega sín og sagt hann fari jafnvel með róna og útigangsmenn í herrafattaverslanir og fatið þá upp samkvæmt nýjustu tísku. Farþegarnir njóta þess að spóka sig í sumarhitunum suður á Ítalíu
og búa á þessu eina fljótandi hóteli sem Íslendingar eiga, sjálfum Gullfossi. Innan skams gefur að líta sólbakaða klettana á sjálfri Capri. Greiðir og seilla Norður í Ingólfsfirði á Ströndum eins og víða annars staðar á Íslandi enn búið með gamla laginu eins og sagt Bændur þar fara árlega á selveiðar til að draga björg í bú. Aldrei farið á sjó öðruvís en byssa sé við höndina og börnin læra fljótlega að fara með slík verkfæri. Selkópurinn veiddur í net og hér gangaði til sjávar með net sín bændurnir á Ströndum. Báturinn Mjóni orðinn 75 ára gamall, smíðaður 1875, svipað leit og hið fræga hákarlaskip Ófeigur sem nú löngu komið í naust. Kópurinn rotaður við bátsliðina og handtökin þau sömu og notuð hafa verið í gegnum árhundruðin. Á meðan bændur í sellátrum í Ófeigsfirði verið að leggja veg að Gjögri. Íta nýlega komin í sveitina sem þykir mikill kostagripur og léttir undri með mönnum. Mölinni verður á moka á vörubílinn með gamla laginu og þykir ekki tiltökumáli enda strandamenn ekki með öllu óvanir að þurfa að hafa fyrir hlutunum. Þeir Seljanesfeðgar ætla að slást í hóp vegagerðarmanna, allir leggjast á eitt. Í Teignum á Melum hins vegar einn afkastamesti sláttumaður sveitarinnar, Sigmundur Guðmundsson, að slá af kappi í brakandi þerri. Á meðan strandamenn heyja norður við Ystahaf gefa stelpurnar á stöðinni samband í gríð og erg. Við endum í Landsímahúsinu hjá stelpunum á stöðinni eins og þeir eru kallaðar, talsíma konunnar sem gefa samband þegar hringt á miðstöð. Halló, 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 gæturðu komið í kvöld? Halló, halló. Í næsta þætti fjöllum við upphafsdaga íslenska sjónvarpsins og Surtseyjargosið sem var til þess að landhelgi Íslands stækkaði til muna. Við skoðum fyrstu alvöru bíómynd Íslendinga sem olli miklu fjaðrafoki, meðal annars vegna þess að þjóðin var óvön að horfa á bert fólk í bíó. Við rifjum upp eitt og annað úr listalífi landsmanna og mesta síldarævintýri aldarinnar, auk þess sem við bregðum upp skondnum myndum frá því þegar Íslendingar taka upp hægri umferð. Við heimsækjum Gulla í Karnabæ og kommúnu á hippaárunum og sláumst í för með Karlakór Reykjavíkur borð í skemmtiferðaskipinu Baltíku þegar Þórbergur Þórðarsson var fullur í 10 mínútur að eigin sögn. Manstu gamla daga, mörg þá gerði saga, við í leikjum undum vina mín. Manstu sumarkvöldin, á æskan hafði völdin, glöð við héldum hvert eitt heim til sín. Svo kom haust með okkur